Einhverju hluta vegna þá virðist við hafa verið ánað með alla forsetan okkar heilt yfir. Okkur hefur nefnilega bara tekist vel til, fórusti, og þess vegna segi ég alltaf þegar fólk er að hafa miklar áhyggjur af fjölda frambjóðanda, er þetta ekki bara lýðræðisveisla og eigum við ekki bara að treysta fólkinu í landinu til að velja vel. Okkur hefur tekist að hinga til. En hver forseti hefur samt verið ólíkur? Þessir þrír sem ég man eftir á minni ævi, Vigdís, Ólafur og Guðni, hafa verið mjög ólík. Ég sé eitthvað fallegt í hverju og einu þeirra og hvernig þau gengur fram í þessu embætti og ég sé eitthvað hluti sem að ég myndi vilja gera sem eru halla og ég fórsetið þá langar mig bara að vera halla og halla er ættuð úr Skagafirði og að Vestfjörðum og bara dugnaður er eitthvað dyggð sem ég var bara alin upp við og mig langar til að gera virkilegt gagn í samfélaginu og ég held að ég hef kannski persónulega ekki þá sýn á embættið að það sé einungis til sýnis eða auðvitað held ég að skipti máli að við séum með góða manneskju, með góða dómgreind, góðan karakter sem kemur vel fyrir hér heima og annar staðar en ég held að það skipti virkilega miklu máli að nýta þetta embætti til gagns og ég vil nýta það til gagns til þess að minna okkur á tunguna og menninguna og söguna og allt sem sameinar okkur en líka til að styðja við frumkvöla og atvinnulíf og listir og tónlist og allt þetta sem er að gerast í landinu því að við erum lítið land og það þarf ekkert mjög mikið til þess að hér séu efnahagslegar og samfélagslegar framfarir einstakar en við myndi langa til að gera það. Ég myndi langa til að nýta mína reynslu, mína ástríðu fyrir styrkleikum Íslands, mitt tengslanett til þess að virkilega leggjast í árar fyrir hönd þjóðarinnar. Þú eru örugglega hugleitt, svona, ég myndi spyrja þig, hvað telur að almenningur í landinu, að þjóðin vilji sjá í þessu embætti forseta Íslands? Hvert telur þú að hlutverk sko, í hugum þjóðarinnar forsetans sé? Ég held að þjóðin vilji fulltrúa sem að talar fyrir og sýnir með góðu fordæmi að viðkomandi hefur karakter og vinnur á grunni þessara gilda sem kom út úr þjóðfundinum. Ég held við viljum heiðarlegan einstakling, ég held við viljum aðalega sem sýnir öðrum virðingu, ég held við viljum eitthvað sem að horfir til allra hópa samfélagsins og hugsa jafnrétti fyrir alla í þessu samfélagi, hugsa réttlæti, er með sterkar réttlætiskend og vill auka ábyrgð allra í samfélaginu á þessari framtíð sem býður næstu kynslóðar. Þarna fór ég í 5 gildin sem kom út úr þjóðfundinum. Ég held að það skipti líka máli að viðkomandi sé einlægur. Ég held að fólk vilji horfa á viðkomandi og vita að þú sért ekki bara með einhverja orðræðu sem kemur til að þú ert í framboði. Í mínu tilfelli ég hef bara brunnið fyrir þessi mál frá því ég fór að kenna í háskólanum í Reykjavík 29 ára gömul. Allt sem ég hef gert hefur snúist að reyna að vekja athygli á ábyrgri forystu og þessu samtali og samstarfi framtíðina. Þannig að ég held að þetta skipti fólk máli. Ég held að fólk horfi svolítið til þess að forseti geti talað mörg tungumál, komið vel fyrir í samfélagi þjóða. Þetta stæðsta sendiherraembætti okkar og það í rauninni tiltölulega ódýrt ef það nýtist sem slíkt að þá fjárfestingin sem getur skilað sér tilbaka ef að forseti vel tengdur og getur komið á mikilvægum tengslum fyrir hönd allra mismunandi hópa í okkar samfélagi geta verið gríðaleg. Þannig ég held að þetta skipti allt máli. En þetta fyrst og fremst karakterinn held ég og svo held ég að fólk vilji öryggisventil og þá förum við aftur í stjórnarskrána og tölum 27. greinina. En það náttúrulega þannig að þessi grein fyrst nýtt af Ólafi Ragnari Grímssyni í ISEF málunum og reyndar í fjölmiðla frumvarpinu líka. Hann nýtir þessa grein fyrstur forseta í 3 gang. Og mér finnst mjög mikilvægt að tala þetta kannski þetta formlega vald sem forseti hefur, stjórnarmyndunar umboðið, hver fær það í rauninni stjórnmálaflokkar gætu alveg farið sjálfur í stjórnarmyndun án þess atbeina. Þetta er bara formsins vegna sem að forseti kemur að því. En þetta vald, 27. greinin, málskotsrétturinn, að það held ég mikilvægt vegna þess að við erum í samfélagi þar sem ekki mikið traust, að ef að það myndast aðstæður þar sem að stór mál sem varða sem að stór hluti samfélagsins bara ósammála þingi að ef að lög koma upp og forseti hlustar vel á alla hópa í samfélaginu og skynjar að það sé eitthvað gjá milli þings og þjóðar að þá það formlegt vald sem að ég myndi ekki hika við að nýta og tel að Ólafur Ragnar hafi haft rétt fyrir sér að nýta því að það var rosalega mikið óréttlæti í því ef að skuldir okkar kynslóðar hefðu átt að lenda á mörgum kynslóðum framtíðar vegna óábyrgrar framkomu okkar tíma.